Ruth Ernir Konráðsdóttir. Ruth, nú bara veturinn að klárast, síðustu leikirnir helgina. FSU Hrunamenn í kvöld, Fjölnir á morgun. Hvernig er stemmingin á hópnum? Hún er bara góð sko, það er ekki oft sem við fáum að spila 4 leiki á einni viku. Við erum nýkonar ferð og sunnan og þar spilum við einmitt við FSU. Það var bara síðasta sunnudag. Og við erum bara mjög bjartsýna fyrir þann leik. Og ég held að það verði bara stemming í liðinu sko. Bara gaman sko. Staðan hjá liðinu hefur óvænt, með tilkomu ykkar, þíns og Unnar og Helgu, menn ekki taka því. Helga hefur líka, þegar hún byrja að æfa aftur, Helga Þórs. Þetta hefur gjörbreyst, nú erum við bara skyndilega getum við enda tímabili bara 4. og 5. seti. Já, mann finnst það svona pínu grátlegt að hafa ekki getað verið með allt tímabili sko. Af því þá veit ég að við værum í baráttu núna í úrslitakeppninum að komast upp sko. En það verður bara að bíða betri tíma. Það kemur vetrarstið þennan vetur. Það kemur vetrarstið þennan vetur og það er mér svo svolítið stutt í hann bara. Þannig að það er ekkert löng pása þarna á milli. En þú ert bjartsýn fyrir leikina helgina? Ég er mjög bjartsýn fyrir leikina helgina. Því miður þá Unnur, hún er meidd, hún verður ekki með og hefur ekki verið með núna í bara að verða mánuð. En það breytir ekkert okkar leik sko. Við bara gerum okkar besta. En það verður sko þó að verði ekkert léttuleikur í kvöldi. Þá má ég segja að það sé kannski svona léttara verkefni heldur en það sem að bíður okkur á morgun, það er að segja Fjölnir, það er hörkulið. Já, ég myndi segja það. Það eru svolítið óreyndar þessar í FSU en alls ekkert að vanmeta þær sko. Það sýndu það bara í síðasta leik að við förum ekki létt með þetta og við þurfum bara að vera alveg á tánum. En leikurinn á morgun er svolítið svona óvissa sko. Ég þekki liðið ekki alveg nógu vel en ég veit að þær eru nú ekki með útlendingi sinn lengur. Og það ætti að jafna leikinn svolítið, en það verður örugglega bara hörkuleikur. En það er kannski svo bara máltæki segir, það er ekkert verkefni svo lítið fjörlegt að menn þurfi ekki að vanda sig og ekki að sína virðingu og koma fram og gera allt það sem þau geta. Já, nákvæmlega, það var bara við þessu eins og öllu öðru í lífinu sko. Ruth, svo ætlum við að sína leikinn. Heyrðu, við ætlum að sína leikina. Já, leikina. Ég er ekki smá ánægð með það. Þetta er frábært framtak. Sína leikina Þór Sport TV og leikurinn í kvöld kl. 7:30 og leikurinn á morgun kl. 4 og þetta verður bara frábært að geta endað þetta svona, geta sýnt okkur aðeins. Ruth, gangi ykkur helgina. Þakka kærlega fyrir. Jón Ágúst Eyjólfsson, þjálfari meistaraflokks kvenna. Nonni, það er hellingur að vera helgina, 2 leikir, síðustu heimaleikirnir í vetur. FSU í kvöld, Fjölnir á morgun. Hvernig leist þetta í ykkur? Þetta leist bara mjög vel í okkur. Við erum klár, bara klára þetta af og spila þessi leiki og hafa gaman. Nonni, leikunni í kvöld, ég sagði FSU, þetta er náttúrulega blandalið, þetta er FSU Hrunamenn. Þið spiluðu öðrum síðustu helgi og unnu þar, en það er svo sem engin stígin ekkert góðin í hús í kvöld, þannig að þið þurfum að mæta til leiks og væntanlega hafa eitthvað fyrir í, eða vonandi bara svo að þetta verið skemmtilegu leikur. Já, það er aldrei neitt leikur unni fyrirfram í körfubolta, ekki neitt íþrótt, og þessar stelpur hjá FSU veitt okkur alveg mótspyrnu í síðustu helgi sko. Þetta eru ungar stelpur, mikið til á aldur við þessar yngstu hjá okkur og þær eru bara komnar hingað til þess að sína hvað það geta og leggja sig alla fram. Þetta verður ekkert gönguferð í gæðinu fyrir okkur sko. Þetta er náttúrulega síðasta tæki fyrir þær að krækja sér í stig. Já, algjörlega. Þær hafa ekki náði sigur í vetur en þannig að þær munu leggja allt í þennan leik bara upp á stoltið. Alveg svo við erum að spila fyrir stoltið bara, við erum í rauninni enga að keppa nema bara stoltið. En það er eins og ég var að tala við Ruth áðan að þetta tímabil ætlar enda pínlíti á jákvæðri nótum heldur en að byrjaði þegar var nú brösluð gengið til að vera með þetta þannig að með hagstæðum úrslitum með helgina þá gætu við jafnvel endað í 4. og 5. seti? Já, við erum jafnvel með Stíg og Tindastóll og Fjölnir en eigum 2 leiki eftir en það er 1. Já, það er rétt hjá þér, við getum komast undir fyrir þessi lið og eins og ég sagði stelpunar í janúar sko, þá lítum við svolítið á þetta sem undirbúningstímabil fyrir næsta tímabil og þannig að við vorum með hálfparti nýtt lið hérna eftir áramót og ég er að læra inn á stelpunar og stelpunar læra inn á mig og það tekur tíma að spila sér saman þannig að
það bara frábært. Þessi vetur bara búin að vera frábær finnst mér fyrir okkur og þetta gengið bara vonum fram að þannig séð. Glænýtt lið og glænýtt þjálfari og þannig að, já. En við komum til með að sakna Unnar í þessum leikjum en það svo sem á ekkert að skipta í góðu liði þó að vanti einn og einn af og til en hún fær bara tíma til að jafna sig fyrir næsta vetur. Já, Unnur hefur mistað síðustu 2 leikjum og missar þessum leikjum líka. Og já, eins og þú segir, við erum með ágætis mannskap og það kemur bara maður í mann stað eins og sagt en auðvitað Unnur virkilega stór bit að missa í fyrstdeildarliði. Hún sýndi það á móti Tindastól og var með hann að trölla tvennu og svona þetta, maður kemst ekki alltaf gegnum tímabil meiðslalaust og það maður bara að díla við það og eins og ég segi, það kemur bara manneskja mann stað. En það náttúrulega fleiri hákallar, hún nú ekki einn, við höfum náttúrulega Helgu Rut og Rut, þannig að þetta náttúrulega og svo bara þessar ungu stelpur sem hafa verið að stígu upp og býta frá sér. Já, það skiptir engum máli hver það er. Mér síðasta leik skorar Árdís 20 stig og leiknum þar áður, þá var það Helga og Unnur og kannski leiknum þar áður, þá var það Heiðarlín og ég meina Hrefna að koma inn á og setja flott skot og Sædís og Una Magna kemur mjög sterk inn og tekur fráköst og það skiptir engum máli hver það er. Erna Rún, Helga Þórs, þetta er allt frábæri leikmenn. Það er satt ósanngjarnt að vera að tína ómikið einn og þetta er bara liðið í heild á hróskilið. Já, körfubolti er liðsíþrótt og þú vinnur ekkert leiki nema að spila saman. Þannig að ég er bara virkilega stoltur af þessu liði sem ég hef og mér er mjög ánægður með þetta lið og auðvitað er gott að hafa sterka einstaklinga inn í liði en liðið er aldrei betra heldur en veikasti lekkurinn og fyrir mér sé ég enga veikar lekka okkar liði í dag. Þetta er bara efnileg leikmenn með framtíðina fyrir sér og þetta er bara eins og ég segi, gaman að vinna með svona stelpum. Nonni, þetta verður spennandi, stoltlega sína leikina þannig að fyrir þá sem ekki komast þá getur að horta á okkur á Þór TV. Já, það er bara frábært framtak og vonandi verður bara leikirnir fleiri sýndir og það er líka gaman að sjá fleira fólk í stúkunni. Það kostar ekkert inn og ég meina þetta er framtíðin. Þú lofa góðri skemmtun? Já, ég reyni alltaf að hafa gaman þann segir. Nonni, gangi ykkur vel. Takk fyrir kærlega.